snúum okkur að 9. lið, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kemdu gleraugun mína. Já, þetta er búin að vera löng og ströng umræða, þannig að ég ætla ekki að vera mjög lengi með mitt, en það er svolítið langt síðan ég hef verið hér með skýrslu bæjarstjóra. Það var á síðasta ári, en ég ætla ekki að fara svo langt aftur. Ég ætla aðeins að hlaupa fyrir nokkrum atriðum. Aðeins að minnast á að við höfum verið að funda með fulltrúum N4 og vegna rekstrarstöðu fyrirtækisins og eins líka verið að fara bara yfir samskipti okkar og bara mjög svolítið að minnast aðeins á þetta hérna vegna þess að við höfum notið þjónustu fyrirtækisins meðal annars á útsendingu bæjarstjórnarfunda og teljum mjög mikilvægt að það sé svona öflugt fjölmiðlafyrirtæki í sveitarfélaginu en jafnframt er mjög nauðsynlegt að fá upplýsingar það hvernig reksturinn gengur líka upp á framhaldið á þessum útsendingum okkar hér. Eitt stórt mál sem kannski ekki mikið farið fyrir í fjölmiðlum eða inn í umræðum í nefndum en mjög mikilvægt að upplýsa ykkur að það er frumvarp breytingar á, eða sem sagt í rauninni ný lög að persónuverndarlögum sem við tökum upp vegna Evrópusambandssamþykktar. Þetta er gríðarlega mikil vinna, mikið álag á starfsfólki bæjarins og reyndar fyrirtækja og stofnunum allt land. Og þegar svona verkefni kemur yfir okkur þá tekur það gríðarlegan tíma. Þetta er ekki sýnilegt, en það er gríðarlegt álag á öllu starfsfólki, öllu stjórnendur sveitarfélagsins vegna þess að við erum að taka þetta upp. Sumir segja að við eigum að vera búin að gera þetta fyrir löngu síðan, það getur vel verið. Við erum svolítið auðvitað að skerpa á því að allar persónuverndar séu vel tryggðar og geymdar. En ég vil bara vekja athygli á því að þarna er stórt og mikið verkefni að ræða. Nú, ég sagði aðeins frá því hérna fyrir áramót að við höfum verið í sambandi við hestamannafélagið Létti út af meðal annars lausagöngu hrossa og reiðlöðum hérna í sveitarfélaginu og þeim fundum hefur verið haldið áfram og ég veit að komið ábendingar frá hestamannafélaginu til okkar að koma inn reiðlöðum sem samkvæmt skipulagi en sú vinna er í fullum gangi. Ég ætla ekki að minnast á alla þessa viðburði svona sem maður hefur verið að mæta á, ég ætla bara að hlaupa aðeins yfir það. Langar að segja aðeins hérna frá einu áhugaverðu verkefni, það var að hingað komið fulltrúar frá Norræna félaginu til okkar og höfðu fengið þar ekki fyrirspurn, höfðu fengið í rauninni það afspurna frá Rannes að vinabæjarsamskiptum okkar við hina vinabæjina því væri lokið eða væri að ljúka. Ég ætla bara að kveða niður þann draug ef hann er komin í lofti. Ég held að samskipt okkar vinabæja á Norðurlöndunum sé bara í miklum blóma og gangi bara mjög vel. En það hefur aftur á móti gengið mjög erfiðlega að láta norrænu félögin á svæðunum ganga. En þau hafa sent erindi til sveitarfélagsins þar sem óska eftir frekara samstarfi og stuðningi. Ég vil aðeins koma inn á þetta líka. Nú, það hefur mikil tími farið í lífeyrisskuldbindingar. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með ræðum lífeyrisskuldbindingar en það fyrir nú að sjá fyrir endan á þeirri vinnu allavega hvað varðar samningin við lífeyrissjóðum Brú og í rauninni er búið að ganga frá öllu slíku samkomulagi en það hefur líka reynt bæði á bæjarráð og náttúrulega fjárhagsstöðu sveitarfélagsins að klára það mál en það kemur nú nánar fram í ársreikningum síðar. Nú, það eru tvenn mál sem ég ætla að nefna hérna sérstaklega og geti tekið svona kannski 5 mínútur í það. Fyrst að læra ráðning á sviðsstjórum. Við erum nýbúin að ganga frá tillögu að ráðningu á nýjum sviðsstjóra skipulagssviðs en ég lagði fram tillögu mína og formanns skipulagsráðs að ráða Pétur Inga Haraldsson sem sviðsstjóra skipulagssviðsins og sú tillaga var samþykkt eða staðfest af skipulagsráði en Pétur Ingi kemur til starfa 1. maí næstkomandi og Pétur Ingi er nú skipulagsstjóri eða framkvæmdastjóri byggðasamlags skipulagsmál í uppsveitum Árnessýslu og hefur þar 12 ára reynslu og er með
þannig landfræðingur á mennt og með meistaragráðu á sviði skipulagsmála. Ég held við fengið mikill fengur að fá svona öflugan, ungan og ferskan einstaklingi í þetta starf. Nú í dag þá lagði ég fram tillögur mín og formanns fræðsluráðs á ráðningu á Karli Frímannsinni í starf sviðsstjóra fræðslusviðs og ætla að gera það opinbert. Ég er búinn að tilkynna öllum umsækjendum þessar tillögur og fræðsluráð tók jákvætt í þá tillögu og var hún staðfest á fundunum í dag. Þannig að það er orðið opinbert líka. Hitt málið sem skiptir kannski líka í tvennt, það eru 2 ferðir bæjarstjóra erlendis, nú með tiltölulega stuttu millibili. Fyrsta lagi ferði á fund Arctic Frontiers í Tromsø í Noregi, núna í miðjan janúar. En ég á eftir að gera betur grein fyrir því í bæjarráði, en bara svona til að segja frá því að örstutt hérna í bæjarstjórn að ég held að við þurfum að halda vök okkar svolítið vel varandi þessi norðurslóðamál og það getur vel verið að við séum að ekki horfa alveg í réttar áttir og við höfum að taka mjög góða umræðu og ég vona að það verði enn betri umræðu hjá næstu bæjarstjórn líka framhaldið í þessu samstarf okkar í norðurslóðamálum. En það er greinilegt að samstarf Norðmanna, Svía, Finna og þeirra vesturríkja Rússland sem eru koma ná að Barentshafi er mun sterkara og öflugra heldur en ég gerði mig grein fyrir. Og það kynntist ég á fundunum sem ég var á í Tromsø. Og ég held að við höfum miklu meira samstarf, miklu meira sameiginlegt með þessum þjóðum og ríkjum heldur en jafnvel á því í samstarfi sem við erum í dag. Þá er ég ekki að segja útiloka það við eigum að halda því áfram. Heldur við þurfum líka að endurskoða. Við höfum verið að fá Lapplandi komið inn í Northern Forum og Alaska það líka inni. Þannig auðvitað er það mikilvægt en það þarf alltaf að vera vakandi fyrir því hvar maður leggur áherslunar á svona samstarf. Og þá er ég að meina það að við höfum að halda þessu samstarfi áfram norðurslóðamál en það getur verið að við þurfum að horfa í nýjar áttir í því. Og síðan er þá ferð sem var farið þá núna helgina með það sem að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands spilaði með Sinfóníuhljómsveit Færeyja í Þórshöfn í Færeyjum og við okkur boðið að fara með hljómsveitinni en jafnframt vorum við svo heppin eða svo lánsum að á sama tíma var verið að opna myndlistasýningu á vegum Margrétar Jónsdóttur og Kristínar Gunnlaugsdóttur sem eru fyrirverandi bæjarlistamenn Akureyrar og ég get sagt ykkur það að allavega helgina þá, ég segi nú ekki við höfum málað bæinn rauðan í Þórshöfn í Færeyjum en það vakti gríðarlega athygli hvað þetta var stór, öflugur, flottur hópur. Þetta eru 50 manns sem voru frá Akureyri á staðnum með fulltrúum kórar og svo var sjálfsögðu hljómsveitin og svo örfáir embættismenn sem fylgdu með líka. Þannig að þetta var gríðarlega öflugt og hlutverk okkar var að ég hitti þarna bara borgarstjórann og borgarstjórann í Þórshöfn og við ræddum einmitt samstarf og bara koma því að þau vilja gjarnan efla samstarfi við okkur þó við vissulega séu í samstarfi við Reykjavíkurborg á vettvangi höfuðborga Norðurlandana en þau telja sig eiga mikið sameiginlegt með okkur sem 20.000 manna bær eins og við og við getum til dæmis horft til þess á næsta kjörtímabili að breyta Akureyrarbæ í borg því að þarna er borgarstjóri í 20.000 manna sveitarfélagi. En við hittum líka hafnarstjórann, fórum yfir hafnarmál, þarna vorum meðal annars rætt fiskeldismál, Visit Þórshöfn og það var í samskiptum við okkar, Visit Akureyri. Við skoðum listasafni í Færeyjum og fengum kynningar á því og þar sjáum við líka heilmikið samstarf, glæsileg safn og mikil vinna þar og fengum kynningar á svipuðum hætti sem var að fara í gegnum hérna áðan, gríðarlega mikla framkvæmdir í Þórshöfn í dag hjá borgarstjórninni. Meðal annars er verið að fara að byggja 50 metra innilög. Ég óska eftir að fá að sjá teikningarnar. Þannig að við getum þá fengið þær sendar. En það eru svona hluti sem að skipta líka miklu máli fyrir okkur. Það er að læra af öðrum sem eru að gera svipaða hluti og við og eru að svipaðri stærð og hafa ekki síður mikilvægt hlutverk í samfélaginu því að
Þórshöfn hefur alveg gríðarlega stórt og mikilvægt hlutverk bara í efnahagskerfi Færeyja. Og ég held ég sem búin að nefna svona flesta þessum verkefnum sem við fórum í gegnum þarna í þessari ferð. Ég ætla nú að hlaupa bara yfir annað sem voru svona önnur verkefni, en að lokum minnast á eitt að ég á von á því að fá fund með umhverfisráðherra á miðvikudaginn hér í næstu viku. Hann kemur hingað norður og við ætlum að fara með hann, að því vorum að tala hér umhverfismál meðan að fara með hann græna túrinn okkar, sýna honum það sem við erum að gera í umhverfismálum hérna í okkur, og enda hefur hann beðið spenntur eftir að fá kynning á því og upplýsingar. En það er einmitt vegna þess að eins og því munning á síðasta kjörtímabili Alþingis að það er horft til þess sem við erum að gera í umhverfismálum, því að umhverfisráðherrarnir sem hafa verið, þeir hafa svo sannarlega leitað til okkar og við erum svo sannarlega fyrirmynd annarra í umhverfismálum. Læt þetta duga, Billy, takk. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá vil ég í lokin minna á eftirtaldar fundargerðir og lagðar fram til kynningar. Afgreiðsla fundur byggingafulltrúa 25. janúar 2018, bæjarráð 25. janúar og 1. febrúar, frístundaráð 25. janúar, fræðsluráð 22. og 25. janúar, kjarasamningsnefnd 27. janúar, skipulagsráð 24. og 30. janúar, stjórn Akureyrarstofu 30. janúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 19. janúar, velferðarráð 7. og 20. desember 2017 og 17. janúar 2018. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins og við segjum fundi slitið klukkan 19:47.